dæmi 10.4 fyrir, þar sem að við erum með hjól sem hefur 0,350 metra radíus. Við erum með krafta, þrjá krafta á hjólinu og við teiknum þetta hjóli aftur hérna fyrir okkur. Þá er einn krafturinn sem sagt samsíða snúningsásnum. Ok, sem sagt svona. Og ef að við erum með, svo erum við með einn kraft sem er hérna sem er hornréttur á snúningsásinn. Og svo erum við með einn hérna sem er sem sagt með 40 gráðu hótn út úr neðan sem sagt á hérna frá út frá radíusnum. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að kalla þennan F1, við ætlum að kalla þennan F2 og við ætlum að kalla þennan F3. Það er segja þennan hérna F2. Allt í lagi. Það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir til að byrja með, það er það að vægi virkar alltaf hornrétt á arminn. Þannig að ef við erum ekki með einhvern þátt af kraftinum hornrétt á arminn eins og hérna er allur þátturinn á kraftinum hornréttur á arminn, það þýðir það í raun og veru að við séum með engan arm í raun og veru. Það er að segja að tá 1 hjá okkur, hann er rund og kraftur 1 sinnum 0. Sjáðu þið til. Að tá 1 verður bara 0. Það er ekkert vægi að skapast, að myndast út af krafti 1. Nú, ef við veltum fyrir okkur hvernig hjóli snýst, af því að það er það sem við getum hugsað við hina tvo, það sem að þeir eru ekki samsíða arminum, að sjáum við það að kraftur F2, hann er að reyna að láta hjóli snúast svona, með sólu, sem við ætlum að hafa neikvætt vægi, og F3 er að reyna að snúa honum móti sólu, hinn var með sólu. Þessi hérna er með sólu og þessi er á móti sólu. Og hann ætlum að hafa plús. Þannig að þetta snúningu sem er með sólu er mínus og á móti sólu er plús. Þannig að við ætlum að stroka þetta hérna út. Og velta fyrir okkur sá armur sem er í raun og veru, það kraftur sem er í raun og veru hornréttur á þennan arm hér, hann er í raun og veru stattur hérna, hér. Hann er jafn stór og í raun og veru ef við teiknum sýninginni þá er hann jafn stór og þessi þáttur hérna. Og hann er sínus af 40 grám, mótaða hliðin. Þannig að við erum að fara að taka F í raun og bara Y, jafnt og F2, við ætlum að kalla þennan F2 Y, F2 Y bara, það ætlum að hafa hann hornréttan á hann, F2 sinnum sínusinn af 40 gráðum. Það þýðir það að F2 Y okkar hérna er jafnt og 14, og nú erum við að velta fyrir okkur hvernig vægið er að snúa. Það er, að við hugsaum það kannski frekar á eftir, við erum 14,6 Newton sinnum sínusinn af 40 gráðum, og þá fáum við að krafturinn sem virkar á hana vægisarm er jafn þá er hann cirka 9,38 Newton. Ef við skoðum vægið sjálft, tá 2, þá er það að reyna að snúa með sólu sem er mínusvægi sinnum F2i sinnum radíusinn. Þannig að ef við margfaldum 9,38 mínus, það er að fá tá 2 sinnum 0,35, þá fáum við mínus 3,28 Newton metra. Ok, þá ætlum við að taka F3 í lokin,
og við sjáum að hann hornréttur. Hann hornréttur á arminn, þannig að táið af 3 plús, vegna þess að hann að reyna að snúa sem sagt á móti sólu. Þetta sem sagt fyrir sem sagt, hann að reyna að snúa hann svona. Þannig hann plús 8,5 metrar. Hérna ætlum við að setja sem sagt Newton, ég glemdi að setja það. Þið ykkur alveg innilega velvirðingar á því. Já, þá hérna. Sinnum 0,35 metrar. Það er makalust hvað þessi punktur vill alltaf vera með. 8,5. Það fáum við að vægi 3 er 2,975 newtonmetrar. Nú ætlum við að velta fyrir okkur sem sagt hvernig eiginlega er heildarvægið á hringnum. Þannig að við ætlum bara að stróka hérna aðeins út og fá sem sagt pláss fyrir þetta hjá okkur. Þannig að summan á öllum vægjónum, hún er sem sagt tá 1 pluss tá 2 pluss tá 3. Það er tá 1 sem er 0, tá 2 sem er mínus 3,28 newtonmetrar pluss 2,975 newtonmetrar, og þá fáum við sláum þessu inn, fáum við sem sagt að heildarvægið er mínus 305 newtonmetrar. Það er að segja, hann er að snúast sem sagt með sólu, og þá er þessu dæmi lokið.